Núna ætla ég að hanna rás fyrir synergíóðu, það er að gera dæmi svolítið raunverulegt. Við vorum búin að fara í brú og rafverðin áður og ég ætla að velja spennugjafa spennuna 13 volt. Við höfum þá hámarksspennuna út af spennugjafanum 13 sinna rótanum 2 og verðum svo að draga 1,4 volt frá vegna spennufalls í díóðum og það mun gefa okkur þá toppspennu upp á 17 volt. Toppspennu upp á 17 volt hér. Svona. Toppspennu upp á 17 volt. Og til að hafa þetta einfalt þá skulum við segja að gáruspennan sé 1 volt, þannig að spennan fari niður í 16 volt. Rokki sem sé milli 16 og 17 volta. Núna ætla ég að fara á netið og velja mátulega synergíóðu. Ég fann hérna síðu fyrir synergíóður og ef við kíkjum hér niður þá finnum við díóðu hér upp á 10 volt sem ég ætla að hafa í rásinni. Ég ætla sem sé að hafa 10 volta spennu út í rásinni. Nominal sýnir voltage, hér eru 10 volt, sjáu þið, og hér er seinastadalknum, sjáum við 45 milliampere. Aflið er ekki gefið þessari díóðu heldur hámarksstraumurinn 45 milliampere. Og við skulum skrifa þetta hér hjá okkur. Spennan er 10 volt og straumurinn er 45 milliampere. Þá skulum við tekna rásina. Við verðum að setja þetta viðnám hér. Synergíóðan kemur hérna. Bakspennt. Svona. Og straumurinn má ekki fara fyrir 45 milliampere. Hvað skildi spennufallið yfir þetta viðnám hér vera? Jú, ef það er 10 volt yfir díóðuna og 17 volt hér yfir rásina, þá hljóta að vera 7 volt hér yfir. Þá getum við reiknað strauminn eftir ohmslögmáli, svona, og það þýðir þá að viðnámið verður U deilt með I, ekki rétt, og þetta viðnám verður þá 7 volt deilt með 0,045 og við fáum viðnámið 155,5, ég ætla að segja 156 ohm. Það er betra að fara aðeins hærra með viðnámið, þá fáum við minni straum. Við viljum alls ekki fara upp fyrir 45, betra að vera aðeins fyrir neðan 45 milliampere. Aftur á móti þá er næsta standardstærð á viðnámum 160 ohm. Það er þá viðnám með 10% tolerance og það myndi þá gefa okkur eitthvað aðeins minni straum upp á 44 milliampere eða svo, en við skulum bara hafa þetta 156 milliampere, það myndi þá gefa okkur rétt tæplega 45 milliampere. Þannig að þetta viðnám hér verður núna 156 ohm. Við skulum þá reikna með því í framhaldinu. Nú skulum við að ganni reikna með hérna 16 voltunum, aðtöku hvað straumurinn verður þá. Á 16 voltunum verður spennufallið yfir viðnámið 6 volt, ekki rétt. Ég ætla kannski að skrifa þetta hér í rauðu, þannig að þið sjáu þetta betur. Á 16 voltunum verður spennufallið yfir þetta viðnám 6 volt af því að spennufallið yfir díóðuna verður áfram 10 volt og þá verður straumurinn í rásinni spennufallið yfir viðnámið deilt með viðnáminu sjálfu og straumurinn verður þá það bil 38 milliampere. 38 milliampere. Þannig að
að straumurinn er ásinni rokkar þarna milli 38 og 45 milliampera. Ég sagði rétt tæplega 45 en við skulum segja bara 45 milliampera. Þannig að hann rokkar þarna milli 38 og 45 milliampera. Nú skulum við klára rásina og setja smá álag á hana. Svona. Ég ætla að setja álag á hana. Þá tengi ég álagsviðnum hér. Svona. Ég ætla að kalla þetta bara R2. Þetta verður þá R1. Og ég ætla að segja að við séum með 20 milliampere hér í gegn þetta viðnám. Þá verður viðnámið þar U deilt með I, ekki rétt, eða 10 volt yfir þetta viðnám, deilt með 0,02 og þetta viðnám R2 verður þá 500 ohm. Svona. Nú, við skulum rekna áfram með þessum 16 voltum, við vorum þar áðan. Þá sjáum við að straumurinn sem fer hér í gegn, sem er þá 38 milliampere, hann skiptist hér á milli 20 milliampere sagðum við og svo hér í gegnum díóðuna. Þannig að straumurinn í gegnum díóðuna núna verður mismunurinn þarna milli 38 minus 20 eða 18 milliampere. Núna verður senurstraumurinn 18 milliampere. Við getum tjekkað á 17 voltanum. Þá verður spennan hér 7 volt, ekki rétt, og við vorum búin að reikna áður að heildarstraumurinn verður 45 milliampere. Heildarstraumurinn í rásinni er bara straumurinn í gegnum R1 í gegnum 156 ohma viðnámið og aftur að þá splittast straumurinn upp. Hann verður áfram 20 milliampere í gegnum R2 vegna þess að við erum áfram með 10 volt þar út af senerdíóðinni og senurstraumurinn verður þá mismunurinn þar á milli eða 45 milliampere mínus 20 eða 25 milliampere. Þannig að senurstraumurinn núna rokkar á milli 25 og 18 milliampere. Sjáum við að með því setja álagar á svona þá minnkar senurstraumurinn og til að svona að segja ykkur þetta stuttu máli að þá er hlutverk þessa viðnáms hér að taka upp spennumuninn á milli spennugjafans og senurdíóðunar.